Við erum byrjað að taka shit. Boom. Back at it. Finally here. The moment you've all been waiting for. They have returned. And we're gonna get fucking. Fucking what? Það ætluðu bara að get fucking. Vesen núna með styrkasti að ég og Dóri erum að detta í 30 sko. Ekki ég. Fuck. Nei, hann að Buddy, Nei, þú þú young þarft að be on your silly shit. Ég fyrir að go real silly. Og núna ég og Dóri þurfum að step up og vera alveg Vera adults. fullorðið fólk. Ok. Buddy er on his silly shit núna. On my silly shit. Já, herra, ég segi að við brjótum ísinn af því að þú veist, við erum fucking riðgæðir. Við erum ekki búin að Við erum taka upp í bóðslega ekki búin að 9 tala mánuði. saman. Við erum ekki búin að tala saman í 9 Ég mánuði. man ekki munin á ykkur. Þannig að ég hugsa. Ekki heldur. Við byrjum þetta á gömlu topiki sem við höfum oft farið yfir. Mjög oft. Og við erum ennþá oft að tala þetta, hugsa þetta. Við tjekkum aðeins á our main guy, Drew. Damn. My name is Drew, and instead of taking steroids or TRT in my 20s to speed up results, I decided to be absolutely obsessed with training and health naturally, which led me to a 700-pound deadlift, 385-pound clean, and mid-90s fastball. Here's an optimal... Ok, don't know þessu. Drew maður, Drew er náttúrulega geitin sko. Mér finnst Drew hafa verið geitin. Hann er það ekki lengur. Hann er cooked núna. Hann er búinn að vera fucking well done cooked núna síðan bara, ég veit ekki hvað. Það er svo fyndið sko, máli með Drew, fyrir fólk sem veit ekki hver Drew er, að hann var með bara, ég er að fara á games. Og það strax triggeraði okkur alla, því það var bara svona, gaur, þú ert svo fucking far off. Þú veist, þetta er bara einhver sem hefur aldrei farið í sund, var bara, ég er að fara að keppa á Ólympíuleikunum í sundi. Það er svona, ok, byrjaði bara á að læra bringusund, skilur. Fattu hvað ég meina? Já, hann var bara alltaf að segja bara eftir, og líka bara eitthvað eftir 1 ár eða eitthvað, eftir 2 ár og tölur hans voru way off. En maður var samt alltaf að setja virðingu á nafni sko, að vera að reyna þetta. Maður elskar fólk sem er trying. Og hann var all in. En síðan þessi gaur sem gerir ekki annað en að æfa, bókslega, þú veist, ef maður skora Instagram hans, gerir ekki annað en að æfa, alveg sem við gerum ekki annað en að heita. Hann tók svo open sem að við allir tókum og allir fucking suckaði ass. Sorry. Hann gerði það aftur, tók aftur þátt open Árið seinna, já. og var verri. Já, pælið því. Geta allir aðeins pælt í því. Pælið að gera eitthvað, so sorry, í heilt ár. Ok, og ná einhverjum, bara lélegur, ok, whatever. Gera í annað ár, ennþá meira all-in, og ert verri en þú varst. Það er insane, sko. Fucking annar gæi núna. Það er annar gæi sem er eiginlega bara copy-paste af Drew, basically. Og thingi hans er að hann byrjaði bara day 1 training for the 2020 eitthvað 6 CrossFit Games. Hann heitir Jacob Donahue. Og þú veist, þetta er alltaf svona, maður er svona, já, ég til ég að fólk sé að reyna og svona, það er skemmtilegt. En þú veist, Day 316, training for the games, morning session on the track with the good people from the good training, afternoon session, tons of mobility. Truthfully, I've been spending about 20 to 30 minutes extra on mobility every night, taking that time away from my lifting or actual CrossFit. I'm enjoying the results, so I'm going to continue to do so. We ended with a until failure EMOM of... sorry, máli er, hann er svo fucking lélegur í CrossFit. Er hann jafn lélegur Drew? Ég fylgst munum með þessum gæja. Ég gíska að þessi gæi er örugglega bara svona góður í einhverju svona weird dæmi eins og bara svona gekk góður að power cleana eða góður eitthvað svona á echo-bækinu eða eitthvað svona svoleið shit. En þú veist, þegar hann hefur verið að taka bara svona ring muscle ups og eitthvað, þá er maður í sjokki. Hérna? Já, er skilið. Þetta var sem þannig að taka ring muscle up. Fólk er kannski að hlusta á þetta á Spotify, en við erum núna líka á YouTube, þar sem að fólk getur séð okkur og séð hvað við erum að séra. Að bralla. Já, sko, þetta er náttúrulega bara, ég held að þetta sé líka bara, hvað veist, cloud, hann er líka bara að reyna að fá views. Það hlýtur að vera. Já, ég hugsa smá með svona vibe á hann með svona hann er legit að reyna. Hann er actually mjög mikið að reyna að, þú veist, bara vera í skoðan getur. Svo segir hann bara, já, þetta er bara, it's about the process. Og maður er svona, já, fuck yeah, smá, þú veist, damn, respect on your face. En maður er svona, það er svo pirrandi þegar þú segir eitthvað svona mælanlegt, bara
Day 7 að verða frægari en Weekend og maður bara hættu skilur ekki að menna Nei, bókstaflega þetta skrítið upp á það sko en það líka verið að reyna að triggera mann 100%. Drew reyndar hætti að segja þetta því að já, akkurat hann fattaði að hann að selja æfingaprogram fattar hann Drew og það meika ekki sens að selja æfingaprogram þegar þú ert ekkert að bæta þig Dóri kommentaði Dóri ofta að kommenta sjá Dóra hann silent, hann bara silent eftir að við postum Drew hann bara looking into the abyss hann frosin? Hann frosin, já ok, shit það hlaut að vera, hann sko locked in já, hann fucking locked in á Drew sjá þetta en anyways, Dóri hann að kommenta ég ætla að senda á hann Dóri frosin hann að kommenta á myndbönd hjá Drew hann kommentar bara svona shit bara eitthvað fucking are you still trying to get to the games og bara eitthvað svona bro þú gerði það líka eins og nipp bro you really have to try to make sure your chest touches the floor on the burpees af því við vorum að horfa á open performance máli maður þarf að byrja þegar maður riðgar og svona bara að láta sér líða vel og koma sér á ról maður þarf að byrja á að ríða fólk niður og við ætlum að gera það núna kannski bara í svona 20 mínútur að tala bara hvað einhver ræður sökka og svo getum við fara að tala kannski hvað við erum að gera flott og þá lúkkar það svo næs þetta við erum búin að segja hvað að gera eitthvað shit en Dóri kommentaði til dæmis eitthvað svona are you still trying to get to the games og hvað var það aftur? Einhver annar gæi svaraði eitthvað svona já, hvað heldur þú maður? Auðvitað hann að æfa fullu og þá kommentaði einhver annar gæi, ekki Dóri bara he got worse in the open this year það var bara úr 38.000. sæti í 40.000. sæti Þetta ég meina svo delete kommentinu hann Drew delete kommentinu svona þetta maður hann erfur hann Drew okkar af því að ég held samt innst inni með þessa tvo gæja það væri bara ekki að sjá það takast sko og þú veist og maður svona þannig sé rooting for them en það eitthvað við svona stórt markmið og líka kannski bara að sjá einhvern reyna eitthvað markmið sem bara svona það 0,00001% líkur að þið nái líka pínu triggering samt það bara, allan fyrir mig það svona triggering þegar þú ert svona delusional já það var svona, þú veist hvað meinar þú ætlar að snatsa 200 skilur, það er svo fucking insane en gaur, eitt sem ég sérstaklega því þú ert bara í kannski 75 kilo því miður ángríns en gaur, eitt sem ég spá fólk sem er að hlusta mögulega fólk sem er í CrossFit fylgist svolítið með CrossFit eru Dóri aftur mættur gaur, Dóri, áðan vorum við að þegar við byrjum að tala Drew þá varst þú svo fucking locked in á svipin og svo frosnar þannig já, ég er búin að vera frosin í fucking góða 5 mínútur god damn internet ég held að þú væri fucking locked in í 5 mínútur ég var líka alveg, ég held að það var að gera eitthvað í tölvunni eitthvað, varst ekki að segja neitt og var svona ég reyndar sko held ég á tímabili mest obsessed með Drew af ykkur öllum ég var smá að tala um það, ég var að segja þú kommentar og segir ekki neitt þú sendir ekki, checkið sem ég kommentaði þú kommentar á myndböndunum ég literally spurði hann daginn bara have you given up your dreams on the CrossFit Games og þá finn einhver gæi að venda hann bro, how can you even say that, have you seen his freaking progress og þá kemur annar gæi og kommentar progress, spurningum ekki he literally went back places from the 2024 Open considering the 2025 Open þannig hann pleysaði verra árinu áður í Open þannig literally an opposite progression a decline in performance damn. Þannig þess vegna spyr hérna því að Drew einu sinni galum dag þá sagði Drew að hann var að æfa fyrir CrossFit leikana í dagar hættri þess vegna spyr hann ég vildi bara I want answers Drew ertu hættur að æfa fyrir CrossFit leikana ertu búin að sjá ljósið að þú sökkar ass átt ekki séns þetta alltaf erfitt þótt að þú put in every fucking hour of the day í þetta it's not gonna happen buddy nema þú takir trenbolone
Sandwich Trenbolone sem er nýja sponsorinn okkar. Trenbolone Trenbolone Sandwich. Sandwich Company nýja sponsorinn okkar. Fáðu ykkur Nýtt frá hérna Soma samlokum 100% unnur náttúrulegum 100% efnum. Já. Efnin eru 100%. Þetta eru 100% efni. Unnur hreindýrapíkum. Eins og eins og fer Nose to píkan á tail, dýrinu. strákar. Nose to tail. Nose to tail. Gotta eat it nose to tail. Talandi svona fæðubótarefni, vissi þið að þú veist, í Evrópu þá er alveg svona scandals að fæðubótarefni eru bara fucking tainted. Já, Það er já. bara heavy metal, stundu bara sterar. Það var vist eitthvað skandal í Danmörku með Bodylab. sick. Já, það er fyrir crazy. Alveg? Ég ætti eiginlega að pull that up, Jamie, sko. Ég var að fara að segja samt að tala píkun á dýrinu. Ég var að fara að segja samt maður er ekkert að, þú sagðir basically varst að segja fyrir hvað, head to tail að maður borði allt, maður er ekkert að borða það. Svo hugsaði ég aðeins betur, gaur, maður er að borða sheep testicles, maður er að borða fucking allt og bara hér á Íslandi, sko. Ég hugsa öll kynfærin á öllum þessum dýrum eru í pulsum. Þú veist bara minced up. Og pælir er ekki allt sett í pulsur? Er ekki pulsur þannig? Allt svona, jú, ég held að sé eitthvað svona restin eða eitthvað. Það er mjög Pulsur. væpið á pulsum, sko. Þetta er faktað, þetta er faktcheckað. Það er allt hana. Þið tjekkaði bara að googla, það er svo cool núna að maður googla og það svarar AI manni. Það er smá bara eins og að spyrja chat. Það er Já, samt nákvæmlega. smá svona mér finnst það smá pyrrandi stundum samt. Það stendur bara að the body lab scandal isn't a single well-defined event. Þannig að ég á kannski bara að bulla. En ég frétti þetta í gymminu hérna úti að það væri eitthvað svona skandal með tainted supplements á body lab. En það væri eitthvað svona collection of negative customer experiences and concerns related to the Danish Sports Nutrition Company. En basically, þú veist, eins og þegar ég tók hérna fyrir sænska meistarmótið, bæði skiptin, þá þurfti ég að taka svona námskeið þar sem ég var að fara basically yfir svona reglur varðandi doping. Og það er basically bara að segja er, þú berð ábyrgð á öllu. Það er ekkert, þú veist, það er bara svona, það er hægt að píla að fá 2 ár í staðan fyrir 4 ár. Og svo er bara 2 kaflar eða eitthvað bara fæðubótarefni. Það er bara ekki taka fæðubótarefni, ekki taka fæðubótarefni, ekki taka fæðubótarefni. Og ég var bara svona, what the fuck? Og það var bara alveg sama hvað stendur, third party testing, skiptir ekki máli, þú veist, það er aldrei safe að taka fæðubótarefni. Ég var bara, what? En ég samt, þú veist, ég sendi eftir þetta námskeið, þá sendi ég á Svensk Kostilskott, sem er sænskt fæðubótarefni framleiðandi merki. Af því ég veit að þeir eru með, þú veist, stimpla á sér, sem er GMP, sem er Good Manufacturing Practices, Good Manufacturing Process, Health Practices. Og svo er HACCP sem er Hazard Analysis Critical Control Points, sem er, þú veist, þú ert að framleiða eitthvað og þú ert með svona, þú mælir hluti á ákveðnum stöðum í framleiðslunni, þannig að þú mælir kannski heavy metals hérna og ef það er fyrir ofan ákveðið threshold þá hættur framleiðslunni og afturkallað ákveðið batch sem framleitt. Já, án að vera á seint og eitthvað svona. Já, nákvæmlega. Og langt niður línuna. Þannig ég var ekki að senda þeim e-mail það, svona, ég er að keppa hérna og þú veist, liðaprófum móti og það eru eitthvað svona hversu eru fæðubótarefni og ég fekk bara fucking ítalegt og langt svar og bara bjóða bara upp á svona safety, svona ekki spjöld, en það sagði bara svona safety card fyrir hvert fæðubótarefni. Það sé bara hvað nákvæmlega er svona safety standardin sem þeir nota og ég bara, damn, þetta er fucking awesome. Það, þú veist, maður er ekkert að spáði þessu. Nei, þetta er náttúrulega örugglega búið að vera aðal, þú veist, þegar fólk er tekið í crossfit eða whatever og er bara eitthvað, segist ekki vera styrum, þá er þetta örugglega líklegast einhver tainted fæðubótarefni, sko. Fyrir utan það líklegast er bara að þau séu að bylla, sko, og séu á styrum. Já, ég held, ég hef ekki hugmynd, to be honest. Minnst, Hill er alltaf að át einhvað leið sem er styrum. Það var einhver Hillefit, hann var að busta einhvern daginn. Já, Ástralíu. Já, í Ástralíu, já, sástu það, já. Hann sjálfur að busta hann? Hann fucking, nei, hann var bara, þú veist, að átan sem var frekar epist og það er alltaf að svona þú veist, það er eitthvað svona viðtal við hann eftir event og svo setna er hann bustaður og hann er alltaf að gera þetta svo vandrarlegt fyrir liðið sem voru að taka. Svo er kommentin bara eitthvað svona, damn, sucks for the guy, he needs better people around him that can help him hide his drug use. Og maður bara svona, fuck. Got Jack Monahan here after first workout. This is your second year at the Pro. Last year you were in the top 10. Yeah. I doubt a lot of people, especially across the pond, really know who you are. What have you been up to this last year? And Jack Monahan Fields greatest. Mér finnst það ekki, þetta er ekki gott grín samt. Nei, þetta er ekki sérstaklega fyndið. Hvað segir reyndir þetta? I wanna know how it feels.
Er það grínið? Já, I don't know. You wanted to know how being on steroids felt. Kannski. Eða vera En on prótín placing, skoðum, hvað er placing munurinn hans á milli árana? Já, hvað heitir þetta eftir? Jack Monahan. Ég maður sjá. Hann er líka svo, hann er ásaka henni gælu þarna líka frá Brasilíu. Hún er þetta Sem að geðveikt mössuð og tekur Wayne. rugglað body transformation á Já. milli einhverja 2 ára sem er frekar savage. Já, En hann er minnst hann svona, hann er svo sannfærður sjálfan sig, sínar eigin svona einhvern veginn. hann bara góðar Þetta er náttúrulega bara his opinion. Hann er ekkert með fakta hún er að taka, en hann er bara, ég veist hana, ég ætla að ásaka hana hérna á mínum samfélagsmiðli sem er með 100.000 followers eða eitthvað. Það er smá crazy style. Samt ekki það crazy sko. Haldur hún Árangur sérstöruna? Open. Hann er hérna 2022, þá er hann í 1235. seti. Svo er hann í 2197. seti, en svo kemur svolítið jump þaðan. 2024, þá var hann 330. seti, síðan 387. seti. Vá, hann tekur gott jumpana. Ég pakkaði hann saman 2023. Pældi. Það er þú sem ert sös. Ég var í seti 800. Really? Já, top 1000 in the world. Það er þetta sick. Ég var á Suicide Watch eftir Open í ár. Shit. Ég var Hvernig- eftir big Drew moment. Nei, Í hvað voti? Bara öllum. Öllum? Nei, kannski ekki þriðja mig, eitthvað vilja þriðja mig. Ég var ekkit sérstaklega góður Open. En ég vil ekki að gera neitt crossfit. Ert þú ekki Open Warrior? Excuses. Nei. Ég er bara ekki warrior. Buddy, hættu ert warrior. Aldrei segja Bara- þetta aftur. Ég er warrior. Segðu núna fyrir mig, ég er warrior. Ég er ingjaldsfíbl. Nei, segðu ég er stríðsmaður og víkingur. Segðu það. Böðvar þýðir stríðsmaður. Ingjaldsfíbl. Og tandri þýðir eldur. Eða öfugt. Wow. Böðvar þýðir eldur og tandri þýðir stríðsmaður. Vá. Hann ertu eldstríðsmaður. Eða veist, ertu stríðsmaður í eldinum. Þannig að þú ert svona djöfla stríðsmaður. Þetta er mjög hægt. Erum við ekki að fara að þetta í stríðbráðum með? Við þrýr? Ó, býtu, eru þið ekki búin að World heyra War. það sound effect sem ég er búin að gera það? Nei. Nei. Oh, fuck me, er það grínast? Ok, fyrsta góða hérna, ég tók þetta moment á hann þegar ég sagðist fyrir ingjaldsfíbl. Heyrðu þetta? Ég heyri þetta varla. Þetta er bara eitthvað. Þetta er gott. Dramatíst. Þetta er mjög Gott með textanum hérna, Þetta er neitt sko. með Drew Sucker Ass textanum. Heyri það, mér syns það vera bara must fyrir fólk að vera að horfa þetta á YouTube. Já, það er verið skemmtilegt. Svona visually skemmtilegt. En eitt sem ég hugsa, nú erum við að tala um CrossFit Open. Ég er búin að tala við frekar marga crossfitara sem eru svona meira en bara leisurely CrossFit og eru að æfa svona alvarlega en gerðslega ekki bara að reyna að komast á games en bara svona, þú veist, ætti að vita frekar mikið um CrossFit og skil ekki neitt um World Fitness Project. Ef við tala um svona. Ok. Það er kannski svolítið líka, sorry, það er aðeins að taka úr einu í annað svona semi. Ég held að CrossFit er búið að vera svo miklu downward trendi nýlega, sem svona árið, ekstra miklu downward trendi. Ég held að meir en ár. Þetta er búið að vera smá. Ég er að segja síðan games, þú veist, það fór stað. Þetta kóronast er hann druknar, hann lasar. En ég bara tala um, þú veist, maður finnur miklu meira shiftið. Ég var svona svolítið að zone út og svo tæpar að gera sound effect. Já, þegar maður tala um Luka Dótti, ok, Já. easy. Ég var En not þú cool, veist- bro. já, ég held að áhugin hefur þannig séð fyrir sérstaklega keppnistótinu aldrei verið minni. Heldur það? Já, ég skinni það bara persónulega. Já. Ég hef miklu minni áhuga á að fylgjast með einhverju dóti. Jú, ég er örugglega fyrir að fylgjast með games, en ég fæ mig ekki til þess að fylgjast með einhverju sem er minna en það.
Sko, World Fitness Project var fucking sick að horfa á. Þú veist, það var klikkað svona visually pleasing að horfa á það og allt svona keppni var sick, sko. Þú veist, fyrsta, því að núna þetta, þú veist, World Fitness Project svona sett 3 keppnir yfir árið. Á ég taka bit þar sem ég útskýrði þetta? Já. On my silly shit. Þetta svo sett, núna þetta league og þú getur orðið signed inn í þetta league, þar að þú getur fengið samning. Þannig að 20 menn að fá samning hjá World Fitness Project sem pro. Og svo 20 sæti fyrir neðan pros, eða hvort það séu 30 sæti fyrir neðan pros. Top 30 pro íþróttamenn og svo þessi bottom 20 þarna, þeir eru challengers. Eftir þetta ár þá þetta þannig að heildarstigin yfir þessar 3 keppnir það sem skiptir máli upp á hver fyrsta sæti, öðru, þriðja, fjórða, 5., 7. Og það keppni yfir árið, 3 keppnir og þriðja keppnin, þá 2 stig og 2 cash prize. Þannig að ég kannski í 20 sæti á samning í ár og stefni fucking illa og enda í 35, eða þú veist, nei. Jú, enda bara í seinasta sæti eða eitthvað. Og svo einhver challenger sem fer upp í sem sagt Pro Division. Ég held að sé einhvern veginn svo svoleiðis. Þú veist, einhver challenger endar í 18. sæti eða eitthvað. Þá hann komin á pro-samning og ég búinn að missa hann svona pro-samning yfir árið. Það frekar brútal. Já, ég skildi eins og þetta sé einhvern veginn svoleiðis. Það alvöru challenge og svo ertu að keppa bara í gegnum sísonið að reyna að koma þér aftur inn á næsta síson. Þetta svolítið eins og í fótbolta nema þá það frekar bara fleiri deildir og bara efstu 2-3 komast upp og neðstu 2-3 detta niður. Og veist í svolítið svipa. Nema þeir sem eru ekki með prókar þurfa alltaf að qualifya fyrir þessi 3 mót. Í ár. Þetta pínu, sko, vissinu með CrossFit og að horfa á það og þannig og til þess að gera þetta legit sport að þetta sé bara eins og Ólympíuleikarnir einu svona ári, eitthvað þannig. Þú veist, það eina móti sem að fær alvöru traksjón versus þú ert með aðra íþróttir eins og fótbolta eða eitthvað eða körfubolta til dæmis sem að, það eitthvað NBA Finals en þeir spila 100 leiki eða eitthvað, hvert lið spila fucking mikið sem að býr til, þú veist, insanely mikinn pening aukalega heldur bara hitt og aðalástan okkur þetta svona get profitable fyrir þessi fyrirtæki, sko. Þannig að þetta svona mini útgáfan af því nema ég bara veit ekki hversu mikinn pening þú nærð að hala inn á svona CrossFit eventi, fattur mig? Það einhver svona investors núna sem eru bara að funda þetta. Já, ég ætla mjög spenntur til þess að sjá hvort það sé hægt að gera þetta hversu enjoyable hægt að gera þetta að horfa. Og þú veist, það eiginlega epic að horfa games en það kannski líka bara því það einu svona ári. Það bara svona það sem er svo sick við games. Þú veist, þú svona qualifier og það er svo sick að qualifier og drama í kringum það og hvort þú rétt svo qualifier ekki og svo leiðis. Svo kemur eitthvað svona ultimate mega crazy shit keppni með 15 greinum, skilur, yfir eina helgi. Þetta er bara svona svo crazy fyrir manni, skilur. Núna þetta orðið meira svona íþrótt sem er mjög cool en það er ekki svona sami effekt yfir games, finnst mér til dæmis. Það er svona þetta mysticism, þetta svona einhvern veginn svona þetta var bara eins og okkur Það var svona Ólympíuleikarnir. Já, þetta var bara eitthvað svo hellað games. Þetta var bara svona eins og okkur galdrar bara svona Já, trúður í varla að þetta væri bara, þú veist, keppnisgreinar voru það klikkaðar þegar þú veist bara venjulegu manneskja þótt hún aðeins CrossFit bara ekki séns og hún geti gert eitt hluti í henni og þetta var alltaf einhvern veginn svoleiðis, bara svona eitthvað svo, já, bara svona eitthvað svona mystic yfir þessu, fannst mér. Já, 100% sko, sérstaklega þú veist Dave Castro gerir það get vel að vera með alls konar rugl og svona get unexpected. Þú veist, það út frá því að vera íþróttamaður örugglega umulett að hafa Dave Castro hana að láta þig fucking hlaupa 5 kilometra svona fjallahlaup svo mætir í mark og hann segir að snúa við og hlaupa saman tilbaka. Það er insane. Það er insane. En það er epic. Það er epic. Þetta er svona mikið sem er kannski gaman að horfa á en það er líka mjög mikið við CrossFit sem er mjög slæmt fyrir athlítinn. Þú veist, það er aldrei, finnst mér einhvern tíma að vera búin að hugsa eitthvað svona að setja athlítinn í fyrsta sæti og reyna að passa upp á hans experience gott og þú veist, að þetta sé sanngjarnt og
að þetta sé Liverpool, þú getur orðið crossfit athlete og bara, þú veist, átt eitthvað Liverpool veit, þú veist, bara svona eignast pening þannig séð í gegnum þetta sem að núna þeir eru að reyna að gera hérna World Fitness Project en Games er alltaf bara svona alltaf verið bara svona kostar meira að fara í Games en það sem þú farið úr því næstu því. Já, þú veist, það er bara top 10 eða eitthvað sem græði á Games Basically og hérna, og þú, eina leiðin til að sinna, þú veist, og Games er eins og ári þú veist, og það er samt þú getur, þú ert basically berst fyrir því að lendi ykkur tops á til Games til þess að kassa eitthvað inn ef þú kemst ekki á Games, þú veist, þá fór árið bara í vaskin, fá ekki mikið pening nema þess að þetta ógeðslega upplöfur á social media sem bara mjög fáir eru þetta er sport sem hann bara svona, ok, það ætlar að vera í því, það ætlar að vera pro þá þarf þetta actually að vera semi bara top 10 bestur í heiminum í því annars og basically, hvað segirðu? Eða verið svona eins og Gíma Eros, einhverna gæði sem er með svona social media presence einmitt, þannig virkar fólki vel og er með svona freak attribute fólki sterkur, eða gælan að það sem er með OnlyFans basically þannig, þú varst að vera með geðið social media sem er að borga allt drasli fyrir því, það er bara að vera influencer annars er þetta bara geðveikt erfitt Já, þú veist það er svona make-up World Fitness Project mikið sens Já, það meikar 100% og þú veist, ef það eru þið fleiri svoleiðis bara, þú veist, það væri bara Icelandic Fitness Project, skilur og það getur bara verið deild það væri bara þeirra á keppnuna ári Haldið þessi samt sama og þú veist, margar svona, þú veist kvenna íþróttir er að lenda í þannig séð, þú veist, þetta er svona basically það sama, það er ógeðslega erfitt að vera prófunum og sért bara eitthvað bestu í því sem að gera líka verkum að það er erfiðar að þú veist, traction er verið erfiðar það eru færri sem er að fara að góða all in þú veist, þannig að þetta er svona þetta hefur svo mikið detrimental effect á heildar upplifuna þegar þetta er svona og þú veist, módelið þannig séð þá virkar ekki Mér finnst núna þá svona frekar trekt bara að það skilur enginn World Fitness Project þess að skilur svo fáir hvernig það virkar og svona en þú veist, það er bara eitthvað sem að verður betra það er bara svona golf eða eitthvað þú veist, það tekur bara tíma líka þú veist, það er bara fólk skilur þetta bara með tímanum en ég væri nefnilega svo til sko hérna functional fitness sem íþrótt þess að ég er í Svíþjóð, Noregi, Danmörku og einhverjum löndum það er bara svona stöðlu íþrótt og það er heimsmeistaramót einu svona ári og svo eru sum lönd með þú veist meistaramót og sum lönd ekki með meistaramót það er fucking awesome pæling sko þú veist, þá er fólk bara að fá þetta votta sem íþrótt eins og í Svíþjóð, þá er þetta bara votta af þú veist sænska íþróttasambandalaginu bandalaginu, samfélaginu whatever. Þannig að það er bara fundað af ríkinu sambandinu íþróttasambandinu, ISI, íþróttasamband Íslands. Íþróttafólkið hérna já, en sorry, það sem ég ætla að segja þess að þetta var bara, þú veist, að það var svo fucking mikið skipulagt, þú veist, bara keppa 2 á þessu og bara þessi keppni er svo fucking vel skipulögð og á góðum bara tímum, allt er svo svona on lock, skilur og bara mjög auðvelt að skilja, þú veist, bara qualify gegnum qualifier sem er á netinu, helst að vera með dómara sem er bara búin að taka námskeið hjá okkur og hann bara horfir að þig og voucher fyrir skorið þitt svo kemur bara á þessa keppni, top 30 taka þátt og svo eru kannski top 5 sem vera valdir fyrir, þú veist, heimsmeistaramótið sem er þetta ári það er fucking sick það er epic sko, já að gera þetta meiri íþrótt og koma svo inn í meiri svona grassrótar starfið, þú veist er the way to go, you gotta get the kids going sko. en það þarf bara einhvern horny gaur með bónir bara að gera þetta er ógeðslega mikið vesen, maður þarf bara þú veist, það er einhver gæi, bara eins og Þröstur hann heldur alltaf CrossFit Íslandsmeistarmótið af því hann gera það bara hann bara elskar CrossFit þú veist, það er engin monnís í þessu, skilur hann bara gera það alltaf, það þarf einhver þannig sem er á Íslandi bara, heyrðu, þetta þarf að gera þetta, let's do it því ég spurði þau sem svona byrjuðu þetta í Svíþjóð, sendi bara Insta-DM og þau sendu mér bara fucking langan lista af einhverju dóti sem ég gerði og ég var bara, ég er ekki að fara að gera þetta í Svíþjóð eða í Danmörku þetta er crazy stæl sko. en það má sjálfsög líka vera kona sem gerir þetta sko. Kona með bónir nákvæmlega kona með bónir, það virkar líka sko strap-on eins og ég sagði í byrjun podcastins basically stundum það bara
að ríða á vaðið. Þann kemur það saying. Þú basically varst að breyta orðatiltækinu að ríða á vaðið í að ég segi gaur með bónar að ríða. Já. Ég vil bara við pásum okkur að ef Benz er að tala eitthvað help the kids og þá fyrir bara að tala eitthvað Já, það skrítið. Þetta var svolítið skrítið Help the kids, varst þú að tala það? Benzi var ekki að tala eitthvað til að fá krakkana til að byrja þetta þá þess að þú bara eitthvað gæja með alvöru bónir og við varum svona Já, sæll Herru, takk fyrir að hlusta Þáttur númer 121 af Styrkastið Við reyndum að byrja aftur Cancelled Þetta var ekki það Nei, þú veist, þá engin maður að vera með bónir í kringum the kids og ég vil bara það sé skýrt Það bara skýrt Þeir voru accusing me of the most craziest shit og ég bara að segja Þannig að sagði þú þið, ok Þóttu séum tvíburar ok, þá erum ekki sama manneskjan Ég gerði mental connection með Benz og hann fattaði þetta líka Við tókum báður Sko fólk sem á YouTube getur séð líka að Dóri búinn að vera með bónir hálfan þáttinn og það augljóst Þetta er ekki Mike Þetta er literally ekki Mikein Þetta er Dóri Sigma boy Sigma Shit Oh my god Okay, ekki horfa þetta á YouTube, þetta er nasty shit Ekki horfa á YouTube, þetta var ógeð Þetta var ógeðslegt Bónir í hólki, nafnið að þættinum Ángreins Herri að þið við erum byrjað að get silly with it Ég ætla að spyrja ykkur smá crazy hvort myndir þú frekar sko Þið eru alveg að fara á go crazy sko Herri, Ok, let's go eru þið ready að? Þetta er að blow you guys' mind Hvort myndir þú frekar? Verðtryggt og overtryggt lán Já nei, gauð Og nefnir 5 helstu ástæður af hverju Herri, þetta er að vera ennþá meira crazy Hvort myndið þið frekar vera með haspurur að eilífu löpunum með fótunum Nei, áttu að segja núna löpunum með fótunum Já, þetta var gott, ég er til að gera drumroll áður en að Dóri svarar Já, þú ert með, byrju næst Þú ert með, þetta er svona alveg bara á hverski sem vorst að nota vöðvan Þetta er alveg bara, þú veist Ætlaði að segja löpunum með höndunum Hvað sagði ég? Sann það ekki? Löpunum með fótunum Og sagði það tvisvar Ég er svo heimskur Af hverju fættist þú með báða heilan okkar? Af hverju borðaði þú heilan minn in the womb? Þú lefum með hattur í lófunum eða höndunum Í nefinu What the hell, það er ekki saman hluturinn Herru Ég ætlaði væntanlega að segja löpunum eða handleggjónum Og ég skal lýsa þetta aðeins betur í details Þetta er svona Þið tókuð hana hvað heitir aftur? Diana, nei hvað er hana Það eru nokkur lög Ég tjekka hvort það sé gott introlag inn í þetta segment Prófaðu Þetta er reyndar byrjað þetta segment Já, það er komið að næsta lið Við erum að fara í hvort myndið frekar Þið erum að hlusta á Sterakasti Þið erum ekki live þetta skiptið Við erum að uploada þessu lengtinn á Spotify og YouTube En næsta þarf Bendik Kjálsson að taka fyrir hvort myndið frekar Verið með rónir eða stangið Restin í hvort myndið frekar Og haspur í löpunum eða í fótleggjanum Þetta var svona auður beat Já Don't say that name Ok, Benzi, let's go Moving on Hérna Ég er búinn að setja svona teasin Ég vil setja eins og enn Haspurur í löpunum eins og nýbúinn að taka 150 wallballs unbroken style eða haspurur í höndunum eins og nýbúinn að taka Sally, Arby Sally Cindy Bruh Nei, nýbúinn að taka Murph Push-ups and pull-ups Shit, tölum að sem Sally samt Bring Sally up Bring Sally Svarið þitt fyrst hana Það tóku oft armbeyju Sally Það var awesome Það var awesome sós Ég manlega þegar Benzi var að gera það Ég var fyrst að æfa með Benza í gamla Benzi var að taka armbeyju Sally bara full through Ég var bara Hvað fucking gæi er þetta maður How
How han do it? Nobody's like Það var the reason okkur you're broke. Það actually broke. Það the What real the test of fuck? fitness. My back broke. Real test of fitness er hvort þú getur gert arbeiðsali, hnébauðsali, plankasali. Plankasali. Ég veit ekki, kannski ekki plankasali. Sko, hvort myndu þið vilja? Lappir eða hendur haspirur? Seinustu daga núna, þá ég búin að vera að gera smá crazy training í Danmörku, af því ég hérna Í Danmörku? nýútskrifaður. Nei, ég bara fullt af tíma til að æfa, þannig ég ræða fokkin mikið. Og Have you heard of having a child? When When you have too much time, seriously, one thing can fix that. Have a child. seriously, shit, every single time ég heimsætti nokkra vinir minna núna með börn. Djúvill eru þið sæt maður. Man langt svolítið að klípa í kinnunum maður. Huge fact, sko. These kids be cute. En, svo saman tíma það svaf ég svona frekar illa í nótt og gíski hvað það eru margir klukktíma cirka. Það er svona 7. 7. Já, það eru 6 tímar. Shitturinn tittur maður. Og ég á bara Day- Sko, ég svo mikið í nótt. David. 7 mínútur. Sigma boy, það er fucking grjót Ég literally samt strákurinn minn hann öðlaðist kvef klukkan 12 í nótt. Hann var búinn að vera góður og svo bara hefði svona hór bara. Alveg ferskur en fekk svaka hór og var bara Heyri þetta bara. Og svo bara var hann brjálaður og ég þarf að setja svona nefdrópa, saltdrópa í nefið hans. Já. Og ég hef gert það á hann með önnulinu og þú veist og þá bara er hann eitthvað og maður svona setur í nefið hann og svona finnst það ekki þægilegt fattur og grætur alveg. Heyrðu, þessi gaur minn. Það ég held að honum líði eins og hann sé bara mættur í Guantanamo Bay og ég er á waterboardan, sko. Ég er ekki að grínast. Nei. Það mætti halda og klukkan er, þú veist, akkurat 1 nótt, 2 nótt. Fyrstu orðan svo var actually þetta er war crime, this isn't legal, þetta er war crime. Bókstaflega. Hann að ég kipa honum á rúminu sinu, dundra honum í rúmið mitt, held honum niðri, tek svona sprautum með saltvatni og he knows what's coming. Oh shit. He knows the horrors that await, sko. Og hann er bókstaflega svona. Ég er ekki að grínast. Shit, það er eitthvað fólk akkurat að labba fram í sem heyri með öskra. Og þetta er klukkan 2 nótt, mind you, þannig að allir svona hávaðir, hann er bara magnaður svona 10. Og ég stingur sér nefn á honum og sprauta báðum megin og hann er gurgling og öskrandi hana og svona ég svona dæmi til þess að sjúga hórið út og allan tíma líka er ég að sjúga hórið út þegar hann öskrandi og þú veist, þetta er eitt svona being a parent að ég er bara svona, hvað, Jesus Christ maður. Þú veist, og maður líka svona, gaur, ég er að gera það til þess að redda þér og sem leið og ég klára þá getur hann aðeins andað, sopnar strax og hann er búinn að vera, þú veist, ekki að geta sopna út af þessu og ég er bara svona Sold, ég ætla ekki að spatta. Sold. Look at what I did. Look at what I helped you. Ég til. Ég var hérna Let's do it. Áðan því ég sagði djöðlir í sætmæður þá ætlaði ég í raun og var að segja every single time sem ég heimsótti félag minni bara þá var hann frekar fucked up af því hann er ekki búinn að sofa for 7 minutes í 10 klukkutíma svo er ég svona, það er smá leða þetta komment maður. En þú varst ekkert fucked up, Dóri, þú varst bara frekar feskur og Bensi, þú ert náttúrulega reynslubolti núna. I know the ways. Þú líka lætur þetta lúka svolítið í sig, sko. Þú hefur verið bara svona lúking drullu góður og svo hefur þið sagt við mig bara, það bara í klukkutíma, sko. Já, þetta er líka bara mindset, sko. Þú ert cooked, gjörsamlega fucked, oft þannig, sérstaklega þegar einhver tímumbil í gangi. Strákurinn var svo illa, Anna-Elín líka stundum að vakna og það var maður bara eitthvað, þú veist, Anna-Elín vaknaði 3 sinnum daginn, nóttina og litli drengurinn vaknaði 2 svar. Það er 5 sinnum að vakna og ég er að vakna svona 7 kannski og ég er að fara að sofa svona 11. Ég er ekki sensinni náttúrulega djúsöfn, sko. Það var bara eitthvað. Já. En
maður læri hana, the human body and mind, það getur höndla allan anskotan, pældi hvað fólk hefur þurft að gangi í gegnum, pældi ef einhver steinaldra maður, þú ert að sofa út einhver staðar og það er bara einhver fucking úlfar og eitthvað kjaftaði eða, ekki alveg það langt aftur í tíman, þú ert bara staddur í einhverju þorpi í Frakklandi og það er allir að þú veist, deyr hungri eða eitthvað. Ég er bara í baðkari bara að gráta langt svo mikið gúmmi og það er ekki til neitt gúmmi. Eða það. Pull up the clip, buddy. Pull up the clip. Fuck, hvernig finn ég klippuna af Binna Glee að gráta í baðir langt svo í gúmmi? Hann hefur þurft að hlusta þetta talk sem ég var að eiga. Þetta er mindset. Sko, hérna, það sem ég ætlaði að segja með þetta crazy training var basically, þú veist, ég er búin að vakna svona fucked up í löppunum stundum og ég er bara svona, og þetta lappa og maður bara svona haltrar á klostið to take a shit. I know my boys know what I'm talking about. Já. Oh yeah, boys cook. Am I right, guys? Já. Kæristu mín hefur aldrei kúkað, vitið það? Pælið því. Kúki fram okkur stannað? Ekki fyrir framan hana. Nei. Ég er að tala bara opin hurð, skilur við. Já, ég skil. Sko, mál ég skil hurðin eftir að opna út af því að ég vil svona circulation. Já, ég vil circulation airflow og ég vil líka, þú veist, bara annars kemur annað lein og er bara eitthvað Pappi fyrir ekki bara að hafa opið, sko. Já. Það er þannig þú ert ekki að chilla á klostana að kúka í, þú veist, 25 mínútur og með ekki 25 mínútur í 5 til 10 mínútur, já. En eru þið þá með smá svona, hvað heitir það? Taser til þess að stoppa hann að koma inn. Já. Nei, svona það sem að rassin fyrir út hann. Rassin fyrir... Já, ég er örugglega dett í það, sko. Rassin fyrir út hann. Það sem er að gerast, þú veist, er ekki annarlega að koma svona út manni? Þetta er eitthvað svona veggurinn á anusnum er að skjótast út á köflum. Anus flexius. Herru, ég ætla að segja að það er bara svo fucked að vera með fucked haspurlöpunum. Þú ert bara trying to sit down, do your male thing, trying to take your cook, skilur, as men do. Og það er bara fucking erfitt að setjast, fucking erfitt að standa upp. Þú ætlar að leggast í baðið til að fá þér gúmmi, það er ekki neitt til, þeir fucking í löpunum. Skilur hvað meina það? Understandable, sko. Leg day er verra. Eða þú veist, haspur í lappinu er verra, held ég. Leg day er erfiðara, já. Shit. Hvenær tókst þú senast leg day? 8 years ago. When þú varst 27. My mistake. Þetta er bókslagt buddy að tala um Michael Phelps þegar Michael Phelps segja, já, pínu ert að synda. Hvernig fólk syndið þú senast? Herru, djöð fór ég fór að synda í gær. Let's go! Fucking kallt. Sundlegin er svo kallt, það er svo mikið bullshit, svo mikið scam að fyrir sunda alltaf annars þar í Íslandi. Sundlegin var kallt og var sunda. Af hverju þú voru danskur? Ég var sunda. Er þetta buddy? Svo kallt. Hann er þýskur. Svo kallt. Ég sígum að bói. Nei, ég myndi fá mér haspur í hendurnar. Já. Ok. Ég var með fleiri svona eitthvað. Þetta er for a synd í the cold plunge. Hann var bara að synda marfa í cold plunge potinu. Synda marfa það. Maður segir tróða marfa það. Nei, maður segir maður ekki tróða marfa það. Nei, maður segir fokkin tróða körfubolta. What the hell, bro? Tróða marfa það. Pull that out, Jamie. Jú, maður segir það. Respect. Maður segir það, actually. Ég er bara í fílu. Nei, don't do it. Ég er með eitt abstrakt hérna. Nei, ertu með annað kannski? Já, ég klára með það. Ég ætlaði að spyrja eitthvað meira svona þetta í haspurum, en ég ætla bara að spyrja ykkur hérna beint hreint og beint út. Hatið mig. Versti staðurinn til þess að fá harsperrur. Komið með hann. Og það er bannað að segja eitthvað fyndið. Ég ætla að segja pungin og þegar verður bara what the hell, hvernig gerist það, hvernig það er ekki vöðvi, það er ekki vöðvi. Það verður mér. Always flexed.
Flexed balls method hjá Eggert, Eggert training. Flex your balls. Flexed ball method. Vestu haspurnar eru innra lærið, adduktorinn. Það er bara engin Hiflexorinn. Nei, adduktorinn, innravert lærið. Já. Fyrir það sem eru að horfa á YouTube. Oh shit. Hérna. Já. Ég sé ekki, getur The séð með long húðina. way. Maður sjá húðina. The long way. En hiflexorinn. Eins og eftir sprettaðingu. Hiflexorinn sökkur líka, maður að standa upp úr bíl eða maður að koma sér úr baðkari eftir gúmmíát. Það er ekkert verra en hiflexorinn held ég sko. En fegst þú ekki rabdó í latsan eða bæsibring þá bæti? Jú, ég átti Heil Hitler momentið sem allir eru að gera mér að jæðskot. Ég var að reyna að lifta höndunum hérna og bara komst ekki hérna þetta. Boom, allir screenshots, send to the president. Geðveit. Núna erum við blacklistaði bæti á öllum podcast veitum og við fáum stimpilinn að vera nýnasistar. Nei, held ég ekki. Ég hef aldrei stutt það. Það er neinu leyti. Þá segjum við bara að þetta var AI. Þetta er ekki actually þáttur, fun fact. Við erum AI. Þessi þáttur er sko alls ekki AI. Wink, wink. Ég ætla bara að segja, AI má ekki nota þetta hljóð eða vídeo til að búa til fake okkur. Besta er Facebook statusannir. Ég leiði Facebook ekki að nota neitt af mínum gögnum, hex eða hvort yfir mega má. Samkvæmt lagagrein. Á íslensku er líka svo pík. What are you doing right now? Má ég lesa, ég ætla að segja það reitt texta hérna, byrju. Bless auðlýsingar. And when I'm gone, I'll carry on, no harm be choice, don't hear the sound of my voice. Tilbúin. Bless auðlýsingar. Já, þetta virkar. Minn, þetta virkaði í raun. Uppfæri. Til að endurheimta vini í fréttaveitunni þinn og losna við auðlýsingarnar, haltu fingrinum hvar sem er í þessari færslu og smeltu á afrita. Farðu á síðuna þína þar sem stendur. Hvað ertu að hugsa? Pikka á fingrinum hvar sem er á auðasviðið, smetla á líma. Þetta er að uppfæra kerfið. Halló nýju og gömlu vinir. Sorglegt að við verðum að halda áfram að gera þetta til að drepa auðlýsingar og hitta vini okkar. Halló nýju og gömlu vinir. Hva? What the fuck? Ég misti að því hvernig ég veit ekki eins og hvað þetta er að neitt. Ég veit ekkert. Þú er bara búin að vera að jeppa núna í 40 sek og... Þetta var Big Drew moment. Hi, my name is Drew, svo bara jeppin. Þetta er svona það sem að eldra fólk setur postar til þess að segja bless við auðlýsingarnar og fá aftur vinina sína og gömlu og nýju vinina aftur í feedið sitt. Shit, þetta er svo fucking fyndið. Og ég var að sjá þetta daginn og ég var sjúkt á my core. En þetta actually virkar. Facebook no, you have defeated the algorithm with this text. I'm breaking down. Fuck you, Zuckerberg. Zuckerberg. Shit, sko, AI samt að vera aðeins að við erum alls ekki AI. AI er alls ekki að drepa alvöru Halldór Karlsson og Benedikt Böðvarsson Reynisson og búa okkur til stæðan. Or has it? AI, pull up massive 20-foot woman with size 36 feet with giant badonkadongs. Magnify the jiggliness by 35%. Make it smell. More smell. Damn. 17% more smell. Okay, let's talk pussy smell. Oh my god, buddy. Jú, þú ert á that silly shit, ég fíla það. Gotta get to that silly shit. Er það nafn á þættinum? Yeah, on that silly shit. Let's talk PM. Nei, What? Let's get that. Let's get the silly out. Let's get the silly out. Og líka, not the willy out. Án fucking greens. Án fucking greens. Heyru, veistu hvað? Get the silly out, not the willy out. Í alvöru. Boys, listening. Þetta er ekki sem ég get get behind, sko. Hvað máli með, þú veist, það er ekki lengur flasherar í dag. Skilur, þú veist, það er langt sem maður heilt bara eitthvað. Myndi, ég var að labba
ég var að labba hérna í kirkjugarðinum í Vesturbænum og þá var bara gæi í frakka sem flashaði mig. Drónar búin að take them out. Heyrðu, bara í dróna flassara. Það bara sínaði mynd bara af Thanos cock, svo bara flýgur burt og þú ert bara... Það mjög gott. Fuck! Já, talandi dróna, verður að fylgjast með úkraínsku drónunum eða? Nei, þú ert. Ég er búinn að vera neyður til að fylgjast með þeim. Já, bókstaflega. Jokes, ég sendi... Er þið búin að sjá þetta war crime? Er þið búin að sjá þetta war... Án gríns. Bensi hérna, checka þetta crazy ass war crime, what the hell. Þetta verður ólulegt eftir eitthvað ásko, eða eftir að reyna að gera ólulegt. Þetta er bara crazy að stríðsmenn verða bara gamers. Bara hóraði gæjar með gleru, bara fucking góðir á tölvur. Bara gamers. Er ekki Anna-Elín byrjuð að æfa hérna... Drónaferðni sína. Drone simulator. Jú, hún er með þessi VR goggles límda sem Leon kemur heim. Það er leikskóli, VR goggle training simulator. Hún er svona VR baby. Hún er VR baby. Það er ógeðslega þægilegt. Basically, við erum að breytast, stríð er að breytast í Ender's Game. Ender's Game, the movie 2. Við erum að taka sambjónum fyrir að sponsora þátt. Ender's Game, the movie 2. Þeir ætla ekki að gera nummer 2, fyrsta floppaði. Damn, bruh. En bækurnar, lesi bækurnar. Bókin er góð! Bókin er góð! Já, I don't read a lot. I don't read a lot. Já, Ender's Game er geggjuð. Veistu hvað hann er umbúðað, Tandriðsson? Já, hann stríð og þau nota dróna. Nei, ekki beint dróna, sko. En ég ætla ekki spoilin fyrir þú verður að lesa þess að vita meira. Iron Man War. Iron Man, The War, Robots Edition. Herru, munið daginn þegar ég var að tala Ashwagandha í stóri, ja? Ashwagandha? Já. Ashwagandha forever. Böddi elskar að gera eitt, það segja hvað það er. Hvað? Dissa mig fyrir að gera eitthvað og gera það svo sjálfur eftir nokkuð mánuði. Sumi. Ó, byrju, hvað mennur? Já, hann var að dissa Ashwagandha? Ég var að dissa Tonkat Ali. Hann hefur dissað allt sem ég hef gert og svo allt í henni, hann hefur bara að gera það núna. Ég var að dissa hérna nuttbuxur líka. Þá er hann að nuttbuxur. Ég var actually recovery and rebuilding on a molecular level. Læsum hann actually recovery eðilega. So actually molecular level. Og síðan fór ég að train like Dóri og langaði fokkin mikið í svona nuttbuxur og keypti mér. Men ég var basically búin að pína mig ekki nota nuttbuxur og því ég var að nei, Böddi, ég ætla að hlusta Bödda, þetta er bad for fucking og bælið, þetta er the only time I've been wrong. Þetta er the only time I've been wrong. Þetta er ekki eins og fyndi bara. You're the wrongest person in the world. Funny thing is, you can be a million times wrong. But it only take one. You only need to be right once. But you only need to drop one bomb or two bombs on Japan to end the war. Oh my god. Too soon. Það var svo crazy ekki dansk þegar ég var á seinni heimstyrjaldarstríðinu og turns out Kína misti bara mesta fólki. Bara insane amounts af fólki. Já, bara einhverju hungursneyð. Nei, Japan var bara fucking ruthless og bara þurrkaði út ógeðslega marg. Þeir voru líka bara svona að pína það og bara það var alveg svona fullt af einhverjum war crimes í gangi þarna. Það er alveg svona frækt hvað þeir voru brútal vikið. Já, þeir hérna eðilegu gummi í faktorinu hvað þeir fengið sér gummiworm. On jokes. Approximately 15 to 20 million Chinese people died during World War II. Fuck. Það er crazy sko. Ég veit ekki hvað ég að segja. Nei, þú veist, þegar ég var bara, var World War II, ég er svona, já, alveg rétt, það var eitthvað í Asíu líka, skilur það bara svona, það er bara the fucking craziest. World War. Read a book. World War. Not everybody but China War, too. Huh. Da. Nei, ég er svo ignorant með það. Fucking penguins hvernig var Indland? Mörgæsinar á móti ísbjörnum í hérna Antarctica. That shit got brutal. Now, crazy up.
það var crazy að sjá hvað allt svona propaganda er fucking swagged out. Svona propaganda posters, svona plaggut og okkar, bara fucking net. Ógeðslega vel Horrible gert people. segway hjá Bödda. Hann byrjaði að tala um ashwagandha og núna það byrjaði að tala um propaganda. That's where I'm at, baby. Hvað er næst? Yamamaganda. Já, ég hugsa hvað, ég veit ekki. Uganda. Wakanda aftur. Uganda. Uganda? Hey, segðu Wakanda aftur. Big bro moment. Big bro Uganda. moment. Og segja hvað ég ætla að segja með Ashwagandha. Já, segðu mér það. Þetta er public apology. Setta hann eitthvað svona sorglegt lag. Nei, kannski ekki sorglegt. Hvað get ég fyndið hérna? Maður sjá. Prófum Við getum svo fara að tala um hérna Amanda. Og næst er það public apology segmentið. Við tökum okkur alltaf 10 mínútur í hverju þætti. Riverside. Powered by Riverside. Googlaði bara Ashwagandha Public Apology Music. Það lítur eitthvað gott. Það er klárlega til, sko. Heyrðu, Það til. byrju, við erum live á YouTube right now. Nei. Hvað eru margir að horfa? Haltu fucking kjafti. Byrju, við erum fucking live á YouTube right now. Nei. Nei. Er þetta Zuckerberg að fuck you? Það er ekki gott ef við ætlum að taka úr þættinu saman. Þú veist, ef við segjum eitthvað crazy, unhinged. Það, eitthvað fucking crazy. Já, ég vona að ég hafi ekki sagt neitt. Big bro moment. Ég veit ekki alveg hvað það má segja. H-A-E-L H-E-T-L Já. Jú, það má. Ég held að með þessu samingi, sko, þegar við erum að segja bara, fólk var að segja þetta gesturlúkan sem er að tala bara um eins og Elon Musk dæmi þegar hann gerir það, maður bara að tala um það. En maður er ekki að setja respect on his name, sko. Það er svona fólk sem að tala ekki íslensku. Þú veist bara hvað að sagði eitthvað Heil Hitler og svo fórstu bara að gera eitthvað svona. Nú er þú búinn að segja það aftur. Hættum að segja þetta. Seriously, Benzi. Seriously, Benzi. Viruses come in families. Böðvar Tandra, keep on going with the Ashwagandha propaganda. Public apology mitt, ok. Ég sett í story að Ashwagandha verður svona frekar vel researched og verður svona frekar gott svona til að mítja þetta stress, til að getur svona minka stressenginn í mannskjum og það er gott fyrir mann. Mögulega einhver testosterón framleiðslu og svona flott. Boom, læknir, replyar. Checka þetta hérna. Check out the case report. In recent years, cases of liver damage caused by ashwagandha herbal supplements have been reported from different parts of the world. Japan, Iceland, India and USA. Þetta er bara eitthvað 5 documented í þessu reporti allavega, þessari skýrslu. Cases, sem fólk er bara með liver damage út af ashwagandha inntöku og 3 af þeim eru frá Íslandi. What? Þannig ég var, Þetta I er just Please segðu killed mér a að þú- bunch of people. Please segja mér þú ert búinn að kontakta þetta fólk. Og þau eru actually, þau eru að fara að joina, eru þau að fara að joina podcastið? Já. Þú ert með þau ready? Þetta eru við 3. Plot twist of the day. Við overdosum að þetta á ashwagandha. Mér finnst fucking fyndið að við séum live á YouTube óvart. Það hafi ekki gert það. Það hef ekki allir hendi það, gamli. Það Það ekki setja í stóri, já? er ekki allir sem geta. Herrið, júk. Get ég spilað eitthvað? Spila eitthvað, ertu með eitthvað svona share a screen eða eitthvað svoleiðis? Já, ég sá svo gott TikTok hérna daginn. Já, ef að taka, jú, add your title. Ég get gert eitthvað. Býtu, lol, að ég posta bara í stóri, já? Að ég setja bara í stóri svona? Bara við erum live á YouTube. Já, gera það. Ég ætla að setja lagið þarna, Don't call it a comeback. Er ég komið titil eða? Hvað sagði? Sjáu skjáðan minn. Net. Ég sé ekki, betur hvað er gæst. Af hverju sé ég ekki? Damn, þetta er boss. Hvað gerir þau? Ég bætti við title. How did you do Þetta er that? reyndar fár. Það er aldrei gott sko. Hvernig gerir þetta? Ef þið verið ykkur sem er að hlusta á þetta
er ég Bensi Micro Penis Expert. Ó, þú getur sér það. Oh my god, Dóri. Shit. Og það svona AI hérna í hóðinu. Þetta er AI, já. Þetta er AI, ég sé það núna. Hvað að gera? Já, doomskornum bara saman smá. Það væri dálítið gott að checka á algoritmanum hjá okkur öðrum. Þetta var bara svona generic TikTok. Ég var ekki búinn að lokka mig inn. Damn. Ég ætla að sýna ykkur einn kóng. Damn. Sem sagt, not the tip of a penis. Respect. Respect that. I can get behind that. Byrju message everyone. Ég get sendt bara skilabóð hérna. Hæ allir. Já, ég held að flestir sem eru búin að hlusta þú þurfa að fara að henda sér og checka á sig bara á YouTube, sko. Geta séð okkur fikta og sé myndbönd og svona. Já. One watching now. Ég. Hvað ég fyndi að við hendum í svona fucking mikið hardlunch líka. Já, þetta er alveg hardlunch. Þetta er alveg hardlunch. Herru, en við erum live, en erum við ekki bara helvítið sexy? Jú, ég segi það. Þetta var eiginlega bara mjög gaman. Þetta var gott hardlunch og núna verðum við bara helvítið steady með þetta. Komum með græðinur okkar og okkar staði, Boddi búin að græða hella systemina og bara, hvað erum við búin að gefa út marga þætti? 121. Þú veist, þessi númerað 121 en við gáum út alveg 50 þætti eða eitthvað og svo byrjuðum við að telja 30 eða eitthvað. Oh shit. Það var eitthvað okay. Við erum búin að vera fucking lengi erið líka. Við erum búin að vera alveg síðan 2019 eða eitthvað. Það ekki. Við byrjuðum þetta podcast game. Við byrjum þetta podcast game. Við erum the original podcasters. Við erum the original three white men, best friends who made a podcast. En maður ekki spyrja einu lógin. Sorry, ég er að fara að sjá börnin okkur eitthvað. Eða þið börn, báðir. Mjög mörg. Jep, Benz á 2 og 1. Ok. 3 sem ég veit af. Hvað sagði þér? Sem þú veist af. Sem ég veit þetta af. Fuck, þú veist, ég get ekki klippt þetta út. Þú veist, ég get ekki klippt þetta út. Ha? 40 skrónar mæk. Skemman. Ég gæti ekki passa hann. Hver er drauma treiningpartnin ykkar? Það má ekki vera manneskja sem er fræg fyrir íþrótt. Jack Black. Jack Blackhawk. Örugglega Wiz Khalifa. Wiz Khalifa. En já, hann getur sungið og rappað það með við liftum. Getur hann sungið samt. To become my family, a family becomes a bond, and a bond becomes a bro, cause I'll never be in a bond. And I see you again. Ok, ég tekið tilbaka. Bobby Shmurda. Nett. Okay. In jail for murder. Er það sant? Singing online like a little turtle. Damn, svo eittir þetta líka. Þú leist mér hugsa Diddy þegar þú sagðir in jail. Hey. Þetta er ekki sem engi vil heyra einu sinni tvis að sagt sig. No Þú leist Diddy, mér bro. hugsa Diddy. Ekkit. Hann var bara not guilty. Fyrstu lagi, hættu að hugsa Diddy. Guilty of 2 charges. 2 out of 5, motherfucker. Guilty of 2 charges. Having too much fun at the party. Too much fun at a party. Number I'm 2. having too much fun at this party. En hann var literally Actually, fucking góður. Actually, ég fór eins í partí til hans. Not Hvað sagði? bad. Actually, ég fór eins í partí til hans. Og það var actually frekar gaman. Mér finnst bara gaman, sko. Herru, Damn. shit maður. Það er svo crazy raining í DK. Nei. Listeners að spála þessu, jú, þú treystir mér. Nobody Treystir mér. cares. Við erum stödd hérna í Köpenhagen, Danmörku og það rignir eins og ég veit ekki hvað. Þú veist að the podcast gone bad þegar menn eru byrjað að tala hvernig veðrið er. Wow. Okay. Já, Hefur alltaf Hey. ringt áður í Danmörku, eða? Nei, ekki svo, Nei. þetta er svo,
Það kemur svo intense There's literally drops falling from the sky. jokes. Drops of water. Gríns Já, þú leist mér líka hugsa Diddy. God dude God did. Þetta DJ var þetta. Khaled. DJ Khaled væri skemmtilegur æfingapartner Já, hann var Veistu hvað þú leist mér hugsa Osama Bin Laden í smá. What the hell, Dori? What the hell? Ok, Veistu nú erum við hvað- líka bannaðir í Bandaríkjunum. Takk fyrir það, Dori. Nú erum við bannaðir í Þýskalandi og Bandaríkjunum. En við erum peppaðir í Íran. Come on, Really? think about it. Interesting. Might be a key demographic fyrir okkur. Það getur verið. Is Iran the The target only group- demographic you need the target for a group for successful Sterkastil? bank. Ég vil þessi nú target group for Circus Damn. Ég segi bara, inshallah. Inshallah. How about going out of the shala? Outshallah. Núna erum við að hálum ís hjá íranska demografikunum okkar. Ég var bara að spá þessu. Hver er þinn einstaklingur sem þú múti vilja færi ræktina með? Þessu hvernig drauma. Var það Muse-gæinn? Muse. Þetta hérna Mia Khalifa. Hver er það? Hvernig það er? Veit það ekki, Sister Wiz Khalifa? Obviously. Oh shit, Benzi busted. Clip that. Chat, clip that. Allir sem eru live í chatinu, clip that. Það sagði mér bara einhver frá þessu. Það sagði með einhver að segja þetta. Það sagði, mér var brúkt að segja þetta. Ég bara að lesa einhverju blaði hérna. Við erum basically allir búin að í byrjun þátturinn sendum við nú AI make a script for a podcast 3 dudes white male peculiar very muscular high testosterone Target Go. group Iran. Go. og við erum basically búin að bara fylgja því síðan þú veist frá A til Ö On fucking God. Og það er búið að vera rosalega gaman að vera með ykkur að tala hér. Þessi þáttur var brought to you by Binni Glía Boragumi í baði. Takk fyrir að hlusta. Bless. Þið með ekki fara